Við erum hérna, heyrir í okkur. Það skal mjúta. Já. Flott er. Leikurinn að byrja? Seinni hálfleikur er að byrja. Ok, ég er bara að setja ykkur í loftið núna. Já, flottir. Já, góðir áhorfendur. Seinni hálfleikur er að byrja. Hérna á vellinum, þetta var mjög stutt hálfleikshlé. Og menn er að gera tilbúna. Nú spila Kormáks kvartarmenn undan vindi. Það blíður í norðanátt. Gárangur segja að þetta er svo stutt því að Hörður heimta að það er verið að grilla heimi á sér. Við ætlum að drífa þetta af. Það er lambakótilettur á grillinu. Hörður þarf að komast heim. Úr spilabóðin. Og þeir spila hérna aftast Snæfellsgeislinn. Og við vinnum boltan og Yngvi með hann. Yfirvegaður kemur með góða sendingu hérna með vinstri á James. Leggur hann á Arnar. Aðeins. Já, jú, Sigur. Já, hann sendir hann bara inn á markið. Það er að gera. Það er að gera. Hann er ekki mjög traustur þessi markur. Hann er ekki til útflutnings þessi andstæðingsmarkmaður. Hann virðist vera frekar stressaður. Já, bara að gera. Sá ég á Facebook síðunni hjá hann, hann er alls ekki markmaður. Menn voru að hýja hann að hann væri komin í markið og var hann svo lélegur. En látum það leikja milli hluta. Hvað finnst þú þennan? Snæfellingar eru hérna með boltan aftast. Hörður kemur og gerir allu á honum og Albert hreinsar út af. Albert eldri. Gaman að sjá hvað gerist hérna í seinni hálfleik. Það hressir bragakaffið. Svo sannarlega. En með að bara passa sig að vera ekki værukærir. Það er stór hættulegt. Við hefum alveg að rúlla yfir þetta lið. Og hana nú! Ég kalla eftir 5 mörkum frá Kormáki. Takk fyrir túkall. Ekkert með það. Eins og menn vita kannski, þá er þetta 2 neðstu liðin í riðlinum okkar. Kormákur að ég hygg eru með 2 stig eftir 2 jafntefli. Ég held að Snæfellsgeislinn sé með 4 stig. Þeir unnu leik á móti okkur í Stykkishólmi. 2-1. Þannig að ef við vinnum hér í dag þá erum við konur upp fyrir á töflunni og ætlum ekkert að horfa tilbaka. Við ætlum ekki að vera neðstri í þessum riðli, það er alveg hreinar línur. Línuvörðurinn flaggaði innkast en gefur ekkert að kynna hver á innkasti. En það er bara í fyrstu kemur fyrstu fær og það eru Snæfellingar. Ég held að það sé bara að þetta er kækur hjá honum að flagga. Hann er ekki búinn að gera hann allan leikinn. Albert Yngri skalla frá en stutt. Boltinn er núna á íteklinnu og Reimar gerir vel með að hreinsa bara fram. Yngvi tekur á móti honum og heldur honum. Hann er góður í þessu, hann minnir á Mark Hughes að þessu leyti. Minnir bara á pappa sinn. Yfirvegaður, en það er reyndar það eina sem er eiga sameiginlegt. Yngvar var hann meira svona harði varnarjaxni. Yngvi, þá brotið á hann að snúa að sér miðjumannin. Hann er góður í þessu að fá boltan, leikur honum aðeins og Hörður með eitraða sendingu upp í horn. Eitraða sendingu, en Hjörtur nær ekki til boltans. Þetta var góð sending, þannig að vindurinn kannski að hjálpa og stríða herði. Aðdáendur í brekkunni gera aðsúga herði fyrir þessa sendingu. Það er fremst Guðrún Helga, kona hans. Og þá er það enn eitt útsparkið frá marki Geistlans. Nú held ég að menn ættu að koma ofar liðið. Því að hann virðist nú ekki að fara að drífa langt þessi blessaði sparkverji þarna. Jú, tek orð mín tilbaka. Hann dreifur allavega að miðjum. Nú er eitthvað laust á miðjunni hjá okkur. Þeir fá að leika boltanum sín á milli og hér kemur mjög góð sending upp í hægri horni. Albert Gauks er með þetta. Hann er vel gert. Hann stendur bara sína plikt og áhorfendur láta í ljós hrifningu sína með þetta. Gefur fram á Hjörtur staldrar við vel gert. Það kemur fljúgandi tækling. Þetta hefði nú getað hengið eitthvað lit á skilabóðum frá Magnúsi Böðarsyni þarna. Þetta er brjóta á Hilti. Þetta var vel lipurlega gert hjá honum. Sneri að sér 1-3, sem segir í laginu. Og situr hér með boltanum milli lappana. Og haltrar, en þetta virðist að sleppa. Hörður með sendingu og þetta er fín sendingu herði. Og það er fát og þum og þeir ná að hreinsa frá Snæfellingar. Þarna var Yngvi kominn í feitt en náði ekki að gera mark úr þessu og boltinn fyrir alla leið aftur á hægri bakvörð okkar Kormáksmanna. Hann sendir út á hægri kantinn. Þar er Ísak enn á afturferðinni og biður Yngvar Magg innkast sem hann fær. Þannig að við erum mjög auðsveipur þjónn okkar Yngvar Magg í þessum leik. Innkastið á Yngva. Aftur á Ísak og við erum með boltan upp í hægra megin. Nú þurfum við að fá kross inn í boxið, togaði niður, Yngvar flaggar
Það er brot, sýnist mér, já. Já. Alveg ofan í Ingvari Magg. Ég lýsi enn og aftur yfir hrifningu minni á dómgæslunni hér í dag. Hún er verið alveg til fyrirmyndar og svona kannski ekki alltaf til fyrirmyndar í þessari, allavega ekki þessari deild. Herðu, Bibi einu sér lauma sig fram. Hann hefur nú skorað ófamörkin hérna á þessum velli. En allt verður til einskis. Við tökum boltanum, Reimar með hann aftur og afskaplega skrítin sending á Reimari. Á einhvern huldumann. Og það er útspark. Gestirnir hafa vart farið yfir miðju sem er vel. Þeir hafa bara held ég komist yfir miðju í seinni hálfleik. Ekki mikið allavega. Og innkast sem þeir fá nálægt miðju, þannig að nú hafa þeir tækifæri. 5 mínútur liðnar á seinni hálfleik. Staðan er Kormákur Kvöt 2, Snæfell Geislinn 0. James Boas Faulkner með bæði mörkin. Hann spila sem framherji í dag. Maðurinn er að spila aðeins aftar á vellinum en þetta er ágætis framistæða hjá honum til þessa. Hefði getað sett 3. markið, við hefðum þess vegna getað skorað 2-3 mörk í viðbót. En svona er lífið í bransanum. Vel gert Arnar, hann nær að klapsa boltan frá og James þröngvar fram innkast ofalega vellinum og er öskuvondur út í eitthvað. Og vildi fá hendi. Vessir augun hér á Magga Bö sem á nú ekkert illt skilið. Fekk innkast bara. Ég vil nú að segja að Arnar, hans Ingvars Magg, er nú líkari föðu sínum á velli heldur en Ingvar bróður hans. Já, Yngvi, bróður hans. Yngvi, já. Þar er í þér sammála, Björgvin. Já, þakka þér fyrir þetta. Við fá hér aukaspyrnu aftarlega hægra megin og þau rusa alveg inn á miðju og þeir tippa boltanvinni og annað skipti í leiknum kemur markmaðurinn út úr og skallar boltan frá. Og svo tók Hörður boltan niður og dansaði 3 hringi og sett hann svo í innkast. Vel gert, Hörður. Og það er innkast Snæfell Geislinn á alveg uppi hægra megin. Það er ekki eins og þeir séu undir leiknum því að þeir allar aðgerðir það taka einhverjar mínútur sem er vel enn og aftur. Arnar er hérna aftast í einhverju klapsi, tapar hann Hörður Gylfason notar alla sína leikreinslu og sparkar boltanum beint út af. Hann er verið svolítið í þessum, Hörður okkar. Hann er búinn að standa sig vel eftir að hann fór í hafsettinn. Vegna meiðsla Eysteins, hann fór út af þegar það voru örfáar mínútur búnar að leiknum. En þetta hefur allt leyst prýðilega. Yngvi lætur plata sig, fyrirliði Snæfells gefur hérna inn á Reimar, nú þarf hann að losa boltan. Og þetta er mjög góð sending. Nei. Hann nær ekki boltanum. Þetta var skemmtileg sending. Það eru 2 konur inn fyrir James og Yngvi. Þetta verðum við að nýta okkur því að við erum mikið fljótari heldur en því þarna aftar. Við eigum ekki að þurfa að gefa svona erfiða sendinga. Þetta er svo, það bara að fá löglegt að bolta inn fyrir. Þau þurfa ekki að vera fastir. Þannig að okkar framherjar eru það miklu fljótari heldur en Snæfell Geislinn hefur verið fóð að bjóða. Og talandi um Snæfell Geislann, hérna er komin skipting, inn á fer leikmaður og út af fer annar leikmaður. Númerinn er að sjálfsögðu eins og margoft tuðað hér í dag, ekki sýnileg. Snúa búningunum sínum á röngunni. Þetta er svona skemmtilegt triks. Það fer hérna út af hægri bakvörðurinn sýnist mér. Eða eitthvað, það er allir frekar líkir. Og þarna kemur hann inn á í hans stað, stæðilegu piltur. Og ekki manni hvað var í gangi þegar boltinn fór út af. Jú, það er innkast sem Snæfell Geislinn á, aftarlega á sínum vallarhelmingi. Og þetta virðist vera innkast sérfræðingur vegna þess að hann fer beint í það að taka innkastið. Gríðarlega brjóstvaða. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvert þetta leiðir. Já, þetta er alveg eðal innkast. Gárunga segja hann eigi Hólmavíkur metið í boltakasti. Gott ef ekki, með báðum höndum. Nú virðist nú eitthvað vera komið til að ára sína þessi höfðingi, en það er svo sem engin brottrekstrar sök í þessari deild. Við spinnum okkur upp hérna vinstra megin og fyrirliði og besti leikmaður þeirra sparkar frá. Þarna Hörður með misjafna kollspyrnu en Albert Gauksmýrar drengur vinnur boltan en hann tapast inn á miðjusvæðinu aftur. Og klafs hér á miðjunni. Þeir eru meðan Snæfellingar. Hann fær að leika frítt áfram og kemur með sendingu í átt að markinu en þeir eru vel á verði. Albert frá Gauksmýri hreinsa frá og hér kemur bolti fram. Nú vantar bara meiri grettu og meiri pressu. Nú þurfum við að setja á þennan mann.
Hann leysir þetta vel, hann er þeirra langbesti maður fyrirliði Snæfells Geislands, spilar aftast í vörninni eftir að hafa byrjað leikinn á miðjunni og Maggi Bö flautar ekkert á þetta smá eiginlega brot sem átti sér stað hérna. Þetta var ekki nógu góð sending á Herði, hún er of löng. Sendingi var ágætt, hann tók ekki hlaupið af Hjörtur. Já, það var annað hvort var það. Sennilega bæði. En fyrirliði Snæfells neistans hreinsar í innkast og Hjörtur ætlar að taka það og gerir það. Og Reimar er hérna, nei, hreinsar frá. Heimir fær boltan alveg á miðjulínu. Hötti gefur skipanum hvert á að senda boltan. Sendur henni á miðju og Arnar snýr og sér eitthvað möguleika en kemur með svolítið skrýtna sendingu. Það var brútlaust. Og hér er dæmd aukaspyrna, þeim hefur verið með Sólan á undan sér í Yngva. Er það ekki? Jú, hvað ætti að gera, segir hann og fær gult spjald, þessi brotlegi. Hann kveinkar sér mjög, Yngvi, við hefum ekki við að missa hann af velli okkar besti leikmaður og öðrum ólöstuðum. Að mörgum góðum. Mörgum góðum er hans á besti. Og nú er gaman að sjá hvernig tekur aukaspyrnuna. Verður það Hörður Gylfason? Já, Og hérna í blaðamannastúkunni er búið að opna veðbanki. Hversu langt yfir fer boltan ef Hörður Gylfason tekur það? James ætlar að taka þetta. Og það er James. Ég hefði viljað sjá Hörður taka þetta, en... Kannski er hann bara að taka mjög langt tillöp. Já, það. Nei, James ætlar sennilega að taka þetta. Hann er hann einn, það er tveir menn í vegg. Þetta er svona 35 metra færi, 40 metra færi. Já, þetta er tæplega 40 metra. Og James getur tilbúinn, tekur langt innkast og dúndrar í boltan og í flasið á markmanninum. Það var svo sem ekkert algalinn spilna, hún hefði bara þurft að vera betri, já. Inn fór hún ekki. Þetta var mjög skringilegur stíll hjá markmanninum. Hann kastaði boltanum einkennilega upp og sparkaði þetta fram og boltinn er komin aftur í öftustu varnarlínu Geislands. Nú þarf að setja pressu á þennan nýja bakvörð. Boltakastaran. Hörður með letilega hreinsun og Hjörtur með boltan á miðjunni gefur aftur á Reimar. Reimar skoða möguleikana, þeir eru ekki ýkja margir en vel er að gefa á Hjörtur á Yngva. Yngvi losa boltan inn á Albert frá Gauksmýri og við töfum boltanum. Þetta var ágætlega leyst í Snæfellingum. Albert er dýrvitlaus á eftir boltanum, hann þarf nú að drífa sig í sínu stöðu en hér er laus maður hægra megin. Það er að gera að pressa á það því að þeir eru afskaplega ótraustir hérna aftast hjá Snæfell Geislamönnum. Nú erum við boltan á vinstri kantinum, Snæfell Geislingar og þarna vildi Bibi einu sinni Heimir fá rangstöðu, fekk ekki þannig að hann sparkaði boltanum bara í næsta Snæfelling og vinnur útspark. Vinnur útspark, eins einkennilega á það hljómar. Nú útspark frá okkar marki, nú vil ég bara sjá markmanninn taka þetta, ekkert bull, hann er með meðvind í bakið. Nú má bara dúndra þessu ekkert fram. Hjörtur fær sér vatnssopa, hann er fyrstur og fleiri. Já, þetta er allt í lagi svo sem. Lág spyrna, svona í áttina að miðju. Ekki búin langt, vel leyst hjá Alberti. Já, ég er búin að vera mjög ánægður með frammistöðu Alberts Juniors í þessum leik. Hann er yfirvegaður í þessum leik, þarna hefði nú Yngvi mátt sína aðeins meiri festu. Og hann er samstuð, hann liggur á vellinum fyrirliðinn, vildi fá eitthvað meira fyrir sinn snúð. En meistari hagnaðarreglunar, Magnús Valur Böðvarsson, lét leikinn halda áfram. Þeir eru nú með boltan, þeir nálgast vítateig Kormáksmanna, nú kemur góð sending fyrir og þetta fór í sammarrand. Ofanverðan sem betur fer og það er útspark. En ég held að markmaðurinn hann verið með þetta allan tíma. Já, mér finnst það, hann er með góðum stökkrættis markmaður, þetta er körfuboltastrákur. Körfuboltadýr. Les leikinn. Já, hann kann þetta alveg. Við erum svo jákvæðir, hvað er Lára Ann hérna aftur í eða? Já, Lára Ann. Og sjá, hérna kemur útsparkið, þetta var fínt hjá Herði, sparkaði vel yfir miðju. Og nú er svona klaps á miðjunni, það er fátt að gerast í því. Má ég nú sjá. Þess má geta að þessi lið, tvö sem er að keppa inn í dag, þau áttu sig í fyrri umferðinni á Stykkishólmsvelli eins og sögðum áðan. Og þar fór Snæfell með sigur á Hólmi 2-1. En síðan þá hefur hvorugt liðið unnið leik og í rauninni hvorugt liðið fengið stig síðan þá. Við Kormáksmönnum erum búin að tapa, eða Kormálskvatarmenn erum búin að tapa síðustu 3 leikjum með 1 marki. Þannig að það er sannarlega komin tími á sigur hérna í dag. Við erum eitt af, held ég, 3 liðum á Íslandi sem eru ekki ennþá búin að vinna fótboltaleik í sumar. Þannig að þau verða bara 2 eftir daginn í dag ef allt gengur á óskum. Nú markmaður okkar með boltan, hann dribblar eins og körfuboltamaður, sparkar langt fram og fyrirliðið þegar hann er skallað frá, gefur á boltakastarann sem er komin í hægri bak. Hann nær boltanum, gefur aftur á fyrirliðan
og fyrirliðin með háa spyrnu innfyrir. Vindurinn náði þessum aðeins og leikmaður þeirra ekki þvert fyrir markið. með skrýtna sendingu og þarna var Albert frá Gauksmýri með ákaflega skrýtin tilþrif. Hann sendi boltann Yngvi kominn einn í gegn. Yngvi kominn einn á móti markmanni og hann yfirvegað mjög, kiksar Og skorar, hann var rétt! Það Kormákur 2-3, Snæfell Geisli 0. Vel gert hjá Yngva. Karlfæðir stendur hreikinn á línunni beint á mótanum. Vel gert hjá Yngva. Nú er hann bara að jafna James sem markahæsti leikmaður sumarsins. Þeir eru báðir með 3 mörk í brennheitri baráttu gullskóinn. Kormákur 3, hinir 0. Þetta eru tölur sem við erum ekki vanir að sjá hér á Kottarvelli, en skemmtilega tölur. Og þeir virðast brotnir og beygðir, Snæfell Geislingar. Þeir hafa engin svör við sóknarleik Kormáksmanna og varnarleikurinn er mjög góður. Þeir aldursforsetar Bibbi og Hörður Gylfason binda þetta vel saman með kjúklinga sér á hægri og vinstri hönd, aðalega vinstri. Og Snæfellingar taka miðjuna og sparka boltann svo beint út af. Þeir geta ekki verið sáttir með spilamennsku síns liðs eins og staðan núna. En þeir eru ekki búin að gefast upp, þessi leikur er langt frá að vera búinn. Ég held að væri jafnvel ráð eins og staðan er núna að skipta Arnari sem kom inn á sem varamaður, skipta honum hreinlega út af. Mér sýnist að vera tiltölulega búinn á því. Það fá ferska fætur inn á. Þannig vandræðagangur í vörninni hjá Kormáki, þeir senda aftur á markmanninn sem sendir aftur út og boltinn endar út af. Snæfell Geislin á innkast við marktegsbogann hægra megin og sýnist þeir ætla að boltakastarinn tekur þetta eins og önnur innkast þeirra hennar hægra megin. Einhvern víðarlega öflugur í innkastunum. Hnitmiðað innkast, Hörður hreinsar frá og smá vandræðagangur. Arnar kýlir boltann fram. James Boas eftir þetta, þeir setja þrýsting á þá, vel gert Ísak. Lítið sést til Ísaks í seinni hálfleik, eins og hann var nú góður í fyrri hálfleik. Já, það er lítið sést til í seinni hálfleik, en þarna gerði hann vel, náði að stoppa uppspili hjá Snæfell Geislanum. En þeir koma bara upp hægra megin í staðinn, Bibbi í einhverjum vandræðum aftast. En nær að losa í innkast og þeir kútvelta þetta tveir, Bibbi og Snæfellingurinn. Snæfell á þetta innkast já. Það eru það bil 16 mínútur liðnar af seinni hálfleik ef við erum með réttar tölur hérna. Og staðan er heimamenn 3, andstæðingar 0. 3-0. Innkast. Snæfell með innkast, vinstra megin, nálægt marki. Innkast virðast liggja þeim vel fyrir verki, þeir kasta góð innkast og þarna fór þeir sem í teig. James kiksar í hreinsunni þannig að þeir eru ennþá með boltann upp í teginn. En nú kemur boltinn fram og Yngvi tekur hann niður á miðjunni, hérna kemur einn að harðaspetti og vel gert hjá fyrirliða þeirra, hann nær að hreinsa frá en eftir liggur okkar leikmaður. Sé ekki hérna hver það er. Þarna gerir Yngvi vel, leikur á fyrirliðan og leikur inn að markið eins og gerir svo. Og þarna var nú fautabragð hjá fyrirliða hinna, það var eins og stappaði á löppum Yngva. Þetta heyrðist hvorki ú né æ, þannig ég hlýt að hafa oftúlkað þetta eitthvað hér þar sem ég sitt. Maggi Böð róar mannskapinn, reymar á þarna örendur í grasinu. Má reikistefni í gangi núna, það veit enginn hvað er í gangi akkúrat þessa stundina. Arnar fer sér að engu óðslega ná í boltann, nú vinnur tímið með okkar mönnum. Gefur thumbs up á ungan aðdáanda sem er hérna á hliðarlínunni og skila boltanum tilbaka og áhorfendur klappa þeim lofi lofa fyrir drenginn leik. Fyrirliði Geislands er með boltann í öftustu víglinu, sendir á marker. Og þeir leika boltann þarna sín á milli. Það er engu líkar en að það eru þeir sem er leiði 3-0 en ekki aukt. Þetta er einkennilegt leikskipulag verð ég að segja. Já, ég tek undir það. Þetta er alveg einkennilegt leikskipulag. En hendar okkar mönnum ákaflega ágætlega. Þetta er mjög fínt. Svo vinnum við bara boltann þegar það kemur aðeins fram. Þetta er búið að vera svona allan seinni hálfleikinn eins og var meginpartinn af þeim fyrri. Það er kallað Jón Frey, hann á víst að koma. Ef Jón Freyr er að hlusta þá getur hann gefið sér fram hérna í útsendingabílinn. Mamma þín ætlar að tala við þig. Já, eða systir þín, annarkvort. Og boltakastarinn gefur fram ónákvæm sending. Albert hirðir þetta eins og að drekka vatn og tekur svo overlappið, gott hlaup hjá Alberti. En Hjörtur ákveður að senda inn á miðjuna og þar töpuðu boltanum.
Vel gert þarna hjá Arnari, hann gerir þetta einfalt, sjáu þið þetta, hann er Já, alveg eins og já, kaffæði já. sinn. Hann fíblaði leikmanninn og sem að sá einskils úrkostaða von nema að taka niður og fær gult spjald að launum. Nú eru 3 leikmenn Snæfells Geislans konum með gult spjöld. Og áttu þau fyllilega skilið. Öll voru þau skilin. Nú er skipting hjá Kormáksliði Hvöt. Hver fer út af? Það veit nú enginn. Jú, það er Hjörtur sem töltir út af vinstri kantmaðurinn. Inn á kemur hver? Ágætan leik hann Hjörtur. Já, hann búið að standa sér vel, sérstaklega í seinni hálfleik. Duglegur. Prúður. Já, prúður, sérstaklega prúður. Má sjá, hérna kemur skiptingin. Halldór, þú sér þetta. Það er enginn Það er Ingjafa Björn. Ingjafa Björn. Það er Markvi Dúka okkar Íslendinga sem kemur inn á. Hann á þá væntanlega að binda saman miðju og sókn eins og hann gerir svo vel. Þá setja þær sennilega annarkot Ingva eða James út á kantinn. Það er sennilega Sennilega bara báða. báða út á kantinn. Hörður kemur með langa spyrnu inn í teginn. Þetta er fín spyrna í Hörði. Nú þarf bara að koma Kolli á þetta og Kollur kemur og rétt framhjá. Rétt framhjá. Þarna var stór hættulegur skalli. Var þetta ekki Var þetta ekki Það var Yngvi sýndist mér. Það var alltaf hann sem var súrastur allra að þessi fór ekki inn. Þetta var bara hættulegt og bara fínt hjá Herði og þetta bara virkilega vel gert og bara takk fyrir það. Og útsparkið er laust og stutt. Ingjafa Björn tekur hann niður á bringuna, ekki í fyrsta skipti. Og fær hann á trínið, ekki í fyrsta skipti. Þannig að fylginn sér Ingjafa Björn. Hann eltir þarna fram, hann má nú ekki fara of framalega því að það tekur tíma að koma sér tilbaka. Og þeir sendi yfir á boltasækinn í hægri bak. Yngvi eltir hann, mér sýnist Yngvi vera kominn á vinstri kantinn. Og Ingjafa Björn er á toppnum. Og James er þá fallið niður í hóluna. Sem Yngvi spilaði áður í. Þeir spila sín á milli hérna fremst, þetta er bara fínt fyrir okkur. Já, þeir eru eins og þeir séu 3-0 yfir. Þeir skora ekki þarna allavega. Og nú eru liðnar rúmlega 20 mínútur á leiknum. Það líður hægt svona seinni hálfleik. Þeir spila bara sín á milli eins og þeir reytabolta aftast. Leika sér að eldinum. Leika sér að eldinum. Það veit aldrei á gott. Kormáksmenn bíða þolinmóðir og þarna koma þeir fæti í boltan. Arnar skallar hann niður. Remsi, nú á hann að skjóta. Og hvað? Nei, í hans þeng. Þessi hefði sungið í netinu. Já, sennilega. Ef að varnarmaðurinn hefði ekki verið fyrir. En þetta er ákaflega vel leyst hjá okkar mönnum. Bíða þolinmóðir og setja svo pressuna á þegar á réttum augnablikum. Það er ákaflega vel gert. Það er skín leikreynsla að þessu liði. Og hér er útspark á marki Snæfells Geislans. Þeir taka sér tíma í það eins og annað. Það var ekki mikið úrval af varamönnum sýnist mér á þeirra bekk, þannig að við getum kannski ekki vænt margar skiptingar. Mér sýnist ég sjá þarna og Kolla gæjast upp á varamannskílinu. Og þeir stumra yfir þessu útsparki og það er fínasta útspark. Það er drífinn í miðurhringinn, það hefur nú ekki alltaf verið því að taka því sem leik. James tekur boltann niður, sendir hann upp í horn á Yngva, en hann er hann ekki fyrirliði þeirra hreinsa frá. Og langbesti maður, glindar að Og geta þess. langbesti maður, Bibi eins skallar hann, James, Bibi, nei þetta er ekki Bibi, þetta er Albert Yngvi. Já. Það rugglaðist hjá Albertum. Þeir komu upp hægra megin Snæfell Geislinn, Hörður Gylfason les leikinn eins og opna bók. Og dundrar svo. Dundrar fram, Ingjafa. Ingjafa Björn missir hann undir sig. Það var ekki alveg nógu vel gert hjá honum. Já, góð pressa hjá Ísak. Skilja fínt. James einn með boltan núna. Laumar hann, það var góð hugsun. Góð hugsun, ætlaði að lauma hann yfir vörnina á Yngva, en það tókst ekki. Þarna var fyrirliðinn og þeirra langbesti maður sem náði boltanum. Og þeir komu upp í gegnum miðjuna, en vel gert hjá James og Hörður hreinsar frá. Boltakastarinn við hann á hægri kantinum. Nú gerist Nú eitthvað. þarf að mæta þessu manni. Þetta var svona versta sending leiksins. Og mjög slök þessi sending og boltinn er frýr á miðjunni og góð tækning á James. Þess að James kom aftar þá tæklar hann allt hreyfist. Og vel Og nú gert. kemur boltinn fram. Ingvar Magg heldur flaggi sínu niðri. Hann var á sínum vallarhelmingi hann Hann var á Yngvi. sínum vallarhelmingi og hér fer boltinn fram og tilbaka. Þetta er eins og í tennisleik þessu stundina. Og boltinn út af og hér er að koma skipting. Þeir áttu þarna eitt spil upp í erminni, Snæfells Geislamenn. Við erum, Ísak er bara að fara að fá sér vatn. Ísak er að fá sér vatn. Það held ég að verði nú eitthvað annað en vatn eftir leik.
Já, Já, það er hugur í mönnum, ball í kvöld og menn sigur reyfir ef úrslitin verða þessi. við skulum nú muna það að þetta er ekki búið fyrir að feita konan syngur. Akkurat, og hún mun syngja hérna upp úr klukkan 7 og á sama tíma þá er þetta búið. Og hvað er boltinn nú? Það er eitthvað reykjastefna, jú þarna klára skiptingin. Þau eru lengja því eins og öðru. Áfram Kormákur, Öskar Indriði Karlsson, heyrðist mér. Og þar getur við sammála honum. Hörður Gylfason með klunnalega aðför, en Bibi Einars í bjargar honum. Þetta eru kunnuleg orð og nú er stór hætta. Þeir eru komnir hérna fram. En vel gert hjá Reimari. Reimar var vel á verðið þarna og bjargaði málunum. Löngsending fram. Snæfell Geislinni með hann á hægri kantinum. Það er boltakastarinn sem vegur og metur, sendir á félaga sinn inn á miðjunni, hann fær hann tilbaka og þeir leika alla þeir aftur. Og fyrirliðin og þeirra besti maður með boltan. Lang besti maður. Sendir upp á hægri kantinn og hérna er hætta að skapast. Nei, En þarna pantaðan aukaspyrnu frá Michael, línuverði á nær. Og ég er ekki viss að hann gæti útskýrt á hvað hann var að dæma þessi línuverði ef hann verið spurður. Hann er reynda með einhverja bendingar þarna. Hann bendir í suðvestur. Á þann sem að þér þykir bestur, sagði hann. Bendir í suðvestur og það er aukaspyrna frá hægri þá, samkvæmt hans tákmáli. Vill fá það örlítið aftar. Hann er eitthvað að segja þarna. Hann er margt á sinni könnu, nú gefur hann þumalinn. Og þetta er athyglisverð aukaspyrna beint inn í bóksið og þarna var markmaðurinn í vandræðum en þeir náðu ekki að gera sér mat úr þessu. Og Albert Junior. Albert Junior nær ekki berga boltanum inn á. Það er innkast hægra megin alveg upp í endalínu. Og þeir taka hann strax og eru nú með boltan. James er búinn að renna sér fótskriðu enn eina ferðina. Þeir ná að koma boltanum fyrir. Þetta eru hættulegi boltar. Þeir eru góðir í fyrirsendingunum. Snæfells Geislamenn. Og Arnar notar þann mátt sem hann eftir á. Þeir reyna að ná boltanum, þarna hefur hann mátt dæma hindrun á fyrirliða Snæfells Geislan. Og lang besta mann þeirra. Og þetta hlaup hjá Arnari var svo gott að hann hlaup allir leið upp í brekku. Það var erfitt að stoppa sig á mölinni, en hann komin inn á aftur núna. Þeir leika sér aftast með boltan, færa hann yfir til hægri og leika nú inn á miðjuna. Þarna er eitthvað losara bragur á miðjunni hjá okkur, ég veit Þeir eru ekki farin að vera mikið meira með boltan. Vel gert, klassa tækling þarna hjá Heimi. Þetta var Reimar. Reimar er búinn að vera duglegur að koma hann aftar og hjálpa þeim. Reimar er búinn að duglegur að koma aftar, en að sama skapið þá er hann komið svolítið mikið aftarlega. En hér var að berast tíðindi. Michael línuvörður dæmdi okkur í vil. Michael línuvörður dæmdi okkur í vil og það tók ekki nema 1 hálfleik og 25 mínútur að fá þann dóm. Ég bara fagna. Innkast, Bibi, gefur á Arnar, sem gefur á bróður sinn, sem tapar boltanum ekki eins og venjulega. Það er innkast. Hér eru áhorfendur farnir að láta í ljós óánægju sína, þeir vilja fá meira spil. Og við tökum heilsugar undir það. Það er hendur alveg 4-5. Hendi, en það er Ingjafi fer þarna með afskaplega sérstaka sendingu. Það gaf Ingjafi En sendingu. hann var að gefa Ingvar Maggi síðan núna. Hann Það var bara hörku sendinga. gaf boltan á eina staðinum á öllum vellinum þar sem var ekki einasti leikmaður. En að sjálfsögðu fór Kormákur innkast upp á þessu, í svo öðru. Já. Heimir tekur það stutt á Reimar. Reimar tapar boltanum. Tekur þetta stutt á hann stutta. Læmum stað vegna þess að nú er hætta. Nei, Hörður Gylfason tekur Gerði Hörður vel, las þetta bara sinn hárrétt. lengsta sprett á þessari öld. Já, markmaðurinn er líka góður. Markmaður sendir bara stutt aftur á Hödda, hann er alveg eitursvalur. Hörður þarf að losa boltan og hann losar hann á. Já. Hættið nú sér gauði aftast, það þarf að byggja upp spil og koma boltanum áfram. James lætur sér falla Tapa boltanum á miðjunni. og Hörður étur þetta. Það er eitthvað sem hann kann. Það er að éta. Getur þetta eins og annað. Arnar skeiðar fram með boltan. Og Ingi. Ingi Abjörn, hann mætast tveir hægir. Þetta var góð sending af Ingi Abjörn. Chippa hann inn fyrir og markmaðurinn var að hárréttum stað kom út úr markið sinn og hirti boltan. Og lummar hann út á hafsendinn sinn. Sem spilar upp völlin eins og Beckenbauer. Það er ekki að sjá að Geislamenn séu undir því að þeir virðast vera afskaplega sáttir við stöðuna. En hafa þó verið að sækja sig í veðrið. Þeir koma hérna upp hægra megin. Albert. Í kloppi. En Hörður lesi þetta alveg svo opna. Í kloppi og herði.
áfram Kormákur. Það alltaf verið vittlust í stúkunni. Hörður Gylfason tekur þetta aukaspyrnu eins og allar aukaspyrnur á sínum vallarhelmingi. Stutt á Reimar, Reimar tilbaka á Hörð. Hörður gefur þá sennilega, já, hann gefur með einn langan á Faulkner. Og þessi bolti nú bara að fara út sér. James getur nú tekið upp á einhverju urðuverki. Hann gerir það og brýtur á aftasta manni þeirra. Hann kappsfullur og eiga það. Taktu hlaupið, öskrar Höddi. Þú stingur þennan mann af. Það sé alveg kórrétt hjá Herði. Þetta eitthvað sem við viljum sjá markmaðurinn í tómu basli hjá þeim. Geislamönnum. Þeir eru leika boltanum sín á milli upp við endamörkin hjá sér. Og við vinnum hotn. Ingar Magdæmir hotn. Þetta var vel gert hjá Inga Birni. Og hann foxillur varnarmaður Snæfells Geislanes við Ingar Mag. Og í greinleika aukarnar að tala. Og það hotn. Og flestir muna eftir Snæfellsliðinu sem tók þátt í Íslandsmótinu í fyrra. Það setti met í að vera lélegir í fótbolta. Svo tölum bara tæpitungulaust. Þeir fengu á sig 175 mörk yfir sumarið. Eða 12 mörk að meðaltali hverjum einasta leik og komust í fjölmiðlana fyrir þetta. En þeir með eiga það, þeir gáfust ekki upp og söfnuðu aftur í lið og fengu Hólmavík með sér ágæta þéttbýlistað og eru núna í baráttunni. Þeir eru allavega búin að vinna okkur í sumar, þannig að þeir fara ekki í gegnum annað taplaust sumar. Og hér fara þeir einmitt upp hægri kantinn, Bibbi með tæklingu og boltinn endar í höndum markmaðurins sem spinnir honum hratt fram. Nú á Ingi að byrja að fleyta honum áfram. Yngvi með hann og hann kominn inn fyrir, þetta Ísak. Hvað gerir hann? Hann skýtur að marki og framhjá. Góð tilraun. Þetta var fínt. Ingi að byrja náði að koma boltanum áfram. Nákvæmlega það sem hans hlutverk í liðinu. Yngvi fleytti honum ennþá áfram, þar tók Ísak við og átti fínt skot sem fór fyrir markið og út af innum megin. Og það er útspark á marki Snæfells Geislans. Og þeir sparka fram og þennan bolta eigum við. Arnar tekur hann niður, gefur á Reimar, Reimar gefur á andstæðinginn. Hann er búinn að eiga nokkrar feilsendingar hérna, Reimar í seinni hálfleik. Já, Reimar hlaupið mikið en þarf að laga sendingarnar. Já, vel gert, góð pressa frá Yngva og Ingi að björn með pressu í viðbót. Og þetta kemur Ísak í pressuna. Já, þetta er vel gert. Þetta er mjög vel gert. Þeir eru þarna 3 á móti 3, hægra megin í vörninni hjá Snæfell Geislin og þeir komast bara einfaldlega ekkert áfram gegn okkar mönnum. Það er gaman. Það er gaman. Við hérna myndatökumæður leiksins að krókna á kulda, það er bætt í vind. Gummi Jó horfir hérna íbygginn, hann er eins og krókódíl að Dundee hérna í bílnum við hliðina. Horfir íbygginn á þetta. Það er gaman að sjá fullt af fólki að mæta. En það hefur kulað í seinni hálfleik. Sólinn yfirgaf okkur og... Hún kemur nú aftur, hún gerir það alltaf. En hvað er boltinn? Hann er þarna, það er skipting eða hvað? Er þetta Sigurvinn sem var að koma hann inn á? Hver er þarna? Ég veit ekki hver þetta er. Þetta er Daniel. Þetta er Daniel, já. Daniel hefur komið. Daniel er sennilega með bestu mætinguna í sumar á æfingar. Það er Daniel, Ísak og Heimir eru þeir 3 leikmenn sem hafa nú spilað alla leiki í Kormáks Kvatar í sumar. Það komið við sögu í öllum leikjunum. Aðeins 3 leikmenn. Og Daniel kemur hérna inn á og heldur því orðspori sínu. Sem super sub. Og hér kemur lúmssending inn fyrir, það er hættað við mark Kormáks. En það er eitthvað samstuð en ekkert dæmt. Kormáksmenn hreinsa út hægra megin, þannig að vildu einhverjir fá víti, aðrir vildu fá sóknarbrot. En þeir eru með boltan hérna upp við fánan og Hörður Gylfason er fyrir. Og Kormáksmenn skjóta sér fram í sókn. Nú vil ég fá hlaup frá Ingiðabili, en það vantaði þarna. Við virtust ekki vilja að taka þetta hlaup. Hann er í blískóm, sýnist mér. Hann stundar ekki svona stungusendingar. Mikið sem ég skil hann. Já, við getum Kvittum undir það. til samúðar með honum. Og þeir eru með boltan á miðinni, andstæðingarnir og fyrirliðinn og þeir eru langbesti maður með sendingu út til hægri. Það er Heimir vandanum vaxinn. Heimir Karrakar okkar manna. Heimir Karrakar okkar Íslendinga, hreinsar, Bibbi og þeir ná boltanum aftur Snæfellingar. Gefa tilbaka, þeir eru leikað hérna á milli sínu þess að þeir eru búin að gera í allan leikinn og ömurleg sending beint á hann Arnar og hann á ónákvæma sendingu og boltinn er þetta inn á og hægri bakvörðurinn lallar svona eftir þessu og Yngvi kemur með svona ljúfa pressu. Hann sendir hann fyrir markið
Það eru hérna með boltan aftast, Snæfell, Geislinn, leikunum sín á milli. Þetta er voða fínt spil en þetta skilaði þeim akkurat engu. Þetta er boltin út hægra megin, svo oft áður. Og engmaðurinn kominn alveg aftast og skiptir stað við bakverðinn. Þetta er alveg, það er bara ekkert að gerast hjá þeim. Ég held að það er meira að gera að horfa á málningu þarna en þennan leik núna. Og hörðu Gylfason, oss. Já. Nei. Og þetta er óskiljanlegt. Og Mikael. Michael flaggar enn og aftur. Þetta var bara höll í Gylfa, vita þér það ekki? Já. Svona spilar hann bara fótbolta. Já. Michael. Það er ekki honum að kenna hann sé aðeins yfir kjörþyngd. Það vantar bara meira malt í andstæðingana. En þannig að lep ég hérna út þessu aukaspyrnu alveg upp við enda línuna hægra megin og Michael er að stjórna þarna seremoníunni. Já, það má ekkert gera fyrir en hann segir go og það er skipting. Það er skipting hjá Snæfell Geislinn. Inn á fer leikmaður og út af kemur annar leikmaður. Takast þarna í hendur. Hann verður svona eldri en tvívætra þessi og er ákaflega stuttum stuttbuxum og það er ekki málaðar á hann. Það hafi komist í stuttbuxuna skápinn hans Más Hermanns. Það er spurning hvort hann hafi komist Gott ef ekki. Þannig að bakgrinding og hárprúður leikmaður Snæfells skallar yfir. Ef mér skjátlast ekki þá erum við búin að sjá 3 eða 4 skot í tréverki í þessum leik. Plús þessi 3 mörk sem við erum búin að fá. Þannig að þetta er búið að vera svona líflegt á köflum. Það er ákaflega bragðlaust þessa milli. Hörður Gylfason sparkar frá marki og út af miðju. Boltinn fer yfir alla miðjuna en fyrirliðinn hreinsa frá. Hann virðist vera réttur maður á réttum stað í kvívætna. Hörður Gylfason með sendingu með vinstri, beint á James og boltinn svona hossast aftur fyrir. Og vel gert hjá Ingvar, hann á svona skemmtilega sendingu inn fyrir á James. Hvað gerir James nú? Fyrirliðinn fyrr, hann sækir á honum, hann er komin alveg upp á hotfóna og sækir innkast. Michael gefur merki innkast, þá er það innkast. James tekur það sjálfur. Og Michael dæmir eitthvað. Michael lyftir flaggi sínu, hættir við það. Það veit enginn hvað hann var að tala þarna. Bibbi vinnur boltan aftast. Sendir hann á Pétur í markinu og Pétur þá nú bara að losa þennan strax, takk fyrir. Vel gert. Gefur á Bibba, hann er alveg ískaldur í markinu. Ótrúlega yfirvegaður strákurinn í markinu, þú má eiga það. Hún virðist vera að fengi góð ráð frá Kalle Eggert í hálfleik. Og hvernig á að vera yfirvegaður. Arnar með boltan á miðjunni sem sækja á hann. Já, vel gert. Og frábær sending inn á Daniel. Hann er núna einn hægra megin, Ingi Björn öskrar á boltan og hann sendir hann fyrir. Og hvað nú? Ingvar og Bob, þetta er hræðilegt. Það er frábær sending frá Daniel inn fyrir. Þetta var algjört dauðafæri. Það var Ingvi gjörsamlega í dauðafæri, fikk nægan tíma en skaut með vinstri fæti í hliðarnetið. En frábært færi enga síður. Frábært færi, það var eitthvað að lifni við leiknum. Þetta var vel gert hjá Arnar þarna á miðjunni að drófa sér 2 og sendi svo stungusendingu inn á Daniel sem tók gott löp. Það er virkilega vel gert, virkilega vel gert. Og Kormáksmenn eru nú með boltan á miðjunni og upp á hægri kantinum. Tekur hann fríhetning, aldrei of mikið af þeim. Og góð til það inn fyrir. Nú var Ingi Björn, hann þarf aðeins að pressa sig við. Hann er svona í einskismannslandi þarna á miðjunni. Það er ekki mikið af boltanum. Við vinnum hann aftur hérna á miðjunni og það er innkast sem að Snæfellingar, nei, Ingvar Magg skiptir skoðun, Kormákur á þetta innkast. Maggi Bö gaf okkur þetta innkast því að það var alveg ljóst að við áttum það ekki skilið. Þó við eigum margt gott skilið. Nú fyrir ykkur áhorfendur góður sem er að koma að tækjunum þá er staðan heimamenn 3, aðrir 0. Þægileg staða hjá heimamönnum. Það eru búin að 38 mínútur af þessum leik og þá þýðir það að það eru 7 mínútur eftir, samkvæmt fræðunum. Það kemur góð sending inn fyrir og markmaðurinn ætlar að kýla hann, markmaður Snæfells Geislans ætlar að kýla hann frá en allt kom fyrir ekki og hann misti á honum gegnum sig og í sömu andrá þá gefur Ingvar Magg merki inn á skiptingu og það eru engir aðrir en Kormáksmenn sem ætla að skipta inn á. Þarna kemur eitthvað ungmenni. Þetta er Elmar, sýnist mér, frá Sörbæ. Sörbæ kemur inn á, Heimir hægri bakvörður fer út af. Og það er hvað, 2-fold skipting. Já, Heimir fer út af og 2 inn á í staði. Það sé ekki Sigurvin að koma þarna. Allavega Elmar Baldursson frá Sörbæ sem kemur hér inn á.
ákaflega þekktu og góðu knattspyrnu ættum. Þessi reikistefna, hver fer líka út af, það Arnar eða hvað. Hann fer út af, hann búinn, hann náði hérna næstu í heilu leik. Þetta var fín innkoma hjá honum, mjög yfirvegaður á miðjunni og dreifa spilinu fínt. Líkur föður sínum á velli. Ákaflega líkur á föður sínum á velli. Og segist vera miklu betri vítaskipta en bróður sinn. Eftir að hann klúðraði í fyrstu umferðinni á móti Skínanda eftirminnilega, hló í hálfleik og sagðist aldrei hafa tekið svona lélegt víti. Og það líka skipting hjá Snæfell Geislanum, hann hundfúll sem fer út af, rífur svo úr ofan. Ég nú ekki frá því, en ég held að þetta sé sennilega sú skipting sem hefur tekið lengstan tíma í deild á Íslandi. Já, þetta góð mínúta sem fór í þetta. Það sennilega 2. En Heimir fór út af og Arnar fór líka út af, inn á komu Elmar frá Saurbæ og það Sigurvin sem kom inn á? Já, þarna hann. Svona fallegu hvítu skóm. Og þarna eitthvað kraðak, Ingi Abel fær á sig aukaspyrnu. Hann þungur í dag, hann Ingi. Þungur í spori. Áfram Kormákur, öskaröngur, sem vel. Aukaspyrna sem að Snæfell Geislinn á aftast og hægri bakkurinn tekur hana inn á miðjuna, þeir eru þar með boltan, en Sigurvin vinnur boltan. Já, hann ákaflega skynsamur. Skynsamur, fær boltan aftur, gefur stuttan, svona að gera þetta. Já. Og þeir spila hérna, Hörður les leikinn ekki í fyrsta skipti. Og vel gert. Ákaflega ekki að skiptir yfir hægra megin, nú þurfum bara að fá sendingu strax. Og ekki í þessa átt, hann sendir tilbaka. Elmar fær boltan, sendir hann tilbaka á markmanninn. Og hann sendir bara tilbaka sem fyrir daginn, hann alveg ískaldur í markinu. Hún er góðan leik, strákurinn. Fínan leik og þetta ekki nóg hnitmiðið sending. Aftur fyrir og þeir eru með boltan aftast, Snæfell Geislinn. Og það fyrirliðinn og þeirra langbesti maður kemur upp með boltan. Finnur þarna einhvern á miðjunni. Miðjuna, en miðjumæðurinn klúðrar Reimar með góða rennitæklingu. Enn og aftur Reimar duglegur. Og bolti fyrir þarna upp í loftið frá Yngva. Og býðum við. Daniel er með boltan, enginn með honum. Og hann sendir þá bara á næsta mann sem var því miður í hinu liðinu. En við erum ennþá með boltan, hann kemur fyrir og hér er leikmann með 10, James Faulkner. James í dauðafæri. Með svokallaða stígvélaspyrnu. Þetta var hvorki né og framhjá hægra megin. Þarna hefði nú James viljað setja þrennuna. Hann á að vera komið með 4 mörk samkvæmt mínum útreikningum. En hann er búinn að gera vissulega vel að skora 2. Já. En mikið vill meira. Það er nú bara þannig. Mikið vill meira og hér kemur útsparkið og Hörður vinnur það á miðjunni. Og boltinn er enn í loftinu, Bibbi kominn hérna framalega. Hörður vinnur, ég held að ég hef aldrei séð Hörður vinna eins mikið. Ég held að Hörður sé búinn að eiga besta seinni hálfleik í nokkur ára tíma. Hér kemur góð stunga upp í hægra horni, Daniel er óviss, markmaðurinn nær þessu, ef hann hefði gefið allt í þetta og hann kannski geta strítt markmanninum eitthvað. En hann verður sér engu óðslega markmaðurinn, kastar mjög skringilega upp í loftið, hátt og sigurbarkalega. Hörður vinnur boltan á miðjunni, James Faulkner gefur Ingi Björn missir boltan en James er ekki hættur. En nú er hann hættur þar sem Snæfell er með boltan, kemur upp hægra megin, kantmaður er mjög djúpur og nú er hann hætta á stungusendingu. Hún kemur ekki, þeir eru ennþá með boltan á hægri kantinum og Hörður lítur ekki vel út hér, allt og sett og boltinn er eitthvað að gaufast fyrir miðjumarki okkar en þetta leysist vel með skoti frá Snæfelli Geislanum sem endaði upp í Hesthúsahverfi. Dreifingin snúta. Dreifingin snúta. Og hann bombar fram. Hann nýtir sér það, gefur Ingi Björn og hann fleitir, þetta kann hann manna best en ekki í þetta skipti, það er beint í flas markmannsins. Það er hundsvektur með guð og menn þarna. Og þeir leika sem er boltan aftast, enn og aftur, þá er eins og þeir leiði leikinn, það er ekkert sem leikur á hjá þeim. Það eru örfáar mínútur eftir leiknum, einar 2, 3, ef mér reiknast rétt. Og þeir spila boltanum þannig aftast, enn og ný. Og er nú gaman að fá 1 marki í viðbóti í leikinn. Fyrirliðinn og þeirra langbesti maður með boltan gefur á hægri bakkurinn, hann boltakastarinn mjakar sér upp hægra megin og hérna er maður sem getur hlaupið. Það er, Hörður gerir vel. Hörður Gylfason gerir vel með að kræki boltan á honum en hann nær samt að koma boltanum fyrir og bob, hér er dauðafæri hjá Snæfell Geisli og þeir skora mark. Sofandaháttur í vörninni, þarna virtist menn ekki vita hver átt að taka hvern. Hörður var komin langt út til vinstri og þeir fengu 2 sénsa. Markmaðurinn náði að verja þann fyrri en seinni var í rauninni bara formálsatriði fyrirgefi. Ég er að gera marga hluti í einu. 43. mínúta seinni hálfleiks, Snæfell skorar mark.
Kormákur Hvöt 3, Snæfell Geislinn 1. Þetta var algjör óþarfi. Þetta var algjör gjöf, það var ekkert að gera. Hörður misti af tæklingu hérna hægra megin og leyfði kantmanninum að senda boltan inn í. Og einhver misskilningur hjá Elmari og Bubba. Og þeir voru bara sofandi í vörninni og þeir náðu að setja markið þarna. En nú var bara detta ekki neina vitleysu, halda boltanum bara vel innan liðsins, finna opna mannin, það nóga þeim í þessum leik. Við missum hér boltan í þessum töðlegu orðum og enn og aftur þá spila þeir aftast, Ingjafar í baráttunni við miðjunni, nær boltanum ekki. Það er ekki góð teiknin á vellinum núna, þeir eru miklu sprækari Snæfellingar núna og þeir eru konir aftur í færi en boltinn fer aftur fyrir endanvegt. Þetta er gott. Nú þarf bara að taka sér nógu langan tíma í útsparkið og nú láta klukkan að vinna með sér. Hörður tekur útsparkið stutt, gefur á Elmar hægra megin. Elmar kominn på miðlínu og á sendingu á Yngva, fín sending. Hann flikkar aftur fyrir sig en það misheppnast og Snæfell Geislinn nær boltanum og senda hann aftur á markmann sinn og hann sendir hann rakleiðis á boltakastarinn í hægri bak og þeir leika honum enn og aftur sín á milli. Hárprúði miðvörðurinn hefur ekki verið jafn mikið í boltan núna og áður en hann er hérna með boltan aftast, sendir inn á miðjuna og miðjan sendir aftur á varnarmennina. Nú mjakaði sér aðeins framar, nú má ekki gleyma sér, hérna er lausmaður hægra megin, ég vil vekja athygli á því, Albert svo Gauksmýr, ef þú ert að hlusta, það er maður á bakvið þig. Brot á miðjum velli, hann kvenkar sér ægilega fyrirliði Snæfells Geislands. Þetta er nú einhver fyrirsláttur. Rúllar sér hér í hring, einn hring í suður. Hann er staðinn upp á hækjur sér, á lappir öskrar reiðir stuðningsmenn Kormáks. Hann kemur og skvetti vatni á hann, vassberinn, þetta er skemmtilegt að sjá. Gæla niðurmanninn. Gummi Jó er farinn, hann hefur séð nóg. Og spyrna frá miðjunni, spyrnan er frá miðjunni og vel gert hjá Alberti, skallar hann á James, nú það James bara láta boltan ganga. Ekki gekk þetta, Yngvars Kormákur, Michael flaggar þarna. Títtnefndi Michael. Títtnefndi Michael. Það er rétt yngast, já. Ingjafar tapar boltanum miðjunni. Þeir eru að fá allt og mikið pláss. Já, okkar menn virðast bara eiginlega bíða eftir að dómarinn flauti til leiksloka. Það kann aldrei góðri lukku að stýra. Það er stórhættulegt, vegna þess að eitt mark í viðbót, þá var munurinn bara eitt mark. Og ef við bætum einu marki við það, þá var munurinn enginn. Og það er flautað hendi á Reimar eða Ingjafar. Það var nú eitthvað furðulegt. En hann er mun nær, þannig að hann lítur að sé þetta. Þeir komum upp í vinstra megin Snæfell Geislinn. Við efumst ekki Magga Böe. Nei, hann á ekkert illt skilið frá okkur eftir þennan leik. Við komum upp í vinstra megin, ná sendingur inn í, þannig er maður algjörlega á auðum sjó, Hötti nefndi ekki að hoppa upp í þetta. Stór og stæðilegur og síðhærður leikmaður, en hann skallar framhjá. Skallar hurðunælinni hærum. Já. Þetta er ákaflega bragðdauft hjá okkar mönnum svona síðustu. Pétur Rúnar tekur sér nægan tíma að ná í boltan, Hötti tekur sér líka nægan tíma að stilla þeim upp. Þetta er allt bara fínasta mál. Hann ætlar að taka þetta útspark. Og Maggi Böe er farin að líta á klukku sína. Það er sjálfsagt skammt þangað til hann blæst til leiksloka. Fín sending. Þannig að ég nú vilja sjá Ingjafar ná þessu. En við erum með það með boltan. James er hérna hægra megin, vinnur innkast. Þetta er bara fínt. Ekkert að þessu. Tíminn vinnur með okkur eins og segir í kvæðinu. Ef það var þá í einhverju kvæði. Já, það er þá kvæði núna. Tíminn vinnur alltaf með okkur og Albert frá Gauksmýri býst til að taka innkastið. Ingjafar gerir sig tilkippilegan. Hvernig ætlar hann að gefa á hann? Og Magnús Böðvarsson flautar til leiksloka. Leiknum lokið með sigri Kormáks Hvatar 3, Snæfell 1. Þetta eru kærkomin 3 stig sem lyfta okkur á botni í B-riðils fjórðudeildar og þangað ætlum við ekki að fara aftur. Ekki séns. Ekki séns, Jens. Menn fallast hér í faðm eftir leikinn. Þetta er gríðarlega stór stund hjá knattspyrnufélaginu og hér klappað áhorfendum lof í lófa. Þetta er svo sannarlega góð tíðindi. Nú er liðið komið í 5 stig og er næst neðst í riðlinum. Sendum hérna Snæfell Geislann á botninn með 4 stig en þá þarf að halda rétt á spilunum
í leikjunum sem eftir eru. Mér telst til að það séu 3-4 leikir eftir. Og við erum líka komin af þeim leiðina lista að vera eitt af þeim liðum sem hafði ekki inn leik í sumar. Við erum komin af þeim lista. Komin af þeim lista og Það er erum vel. bara að nálgast okkar takmörk fyrir sumarið. Nú Páll, ert þú á hinni línunni? Ég er hérna, já, Já, gott mál. ég og talið nú aðeins örstutt leikinn, hver átti leikinn? Okkar menn voru klárlega sterkari aðilinn en Geisli var svolítið mikið með boltan í seinni hálfleik en það var svo sem ekki, það skapar mikið. Geislinn, það var eins og það væri eitthvað áttavillir. Það var Já. eins og þeir héldu að þeir væri yfirlegn. Þeir spiluðu boltanum mjög mikið í sinni öftustu víglínu. Kormákur átti nánast öll færin í þessum leik. Já. Þeir áttu kannski 1-2 færi, Snæfell Geislinn, og breyttu öðru þeir í mark. Við hefðum hæglega getað skorað 5-6 7 mörk án gríns. Við áttum mörg góð færi en menn þurfa aðeins að fínisera kláringaskóna. Okkar sterkustu menn voru sennilega Hörður Gylfason átti mjög góðan leik, las leikinn vel og var yfirvegaður. Reimar var mjög vinnusamur inn á miðinni. Já, snakka sendingar. Ég leitin að leikmanni sem átti ekki fínan leik, finnst mér. Þetta var Yngvi, ég myndi segja Yngvi og Hörður fá mér inn aðkvæði. Yngvi Hörður. Ísak var mjög góður í fyrri hálfleik og svo tók Hjörtur við á vinstri kantinum í seinni hálfleik, þannig að kantmennirnir kom með sína innkomu fína og þeir húrra í hóp og taka Holly Hú í fagnaðarlátunum. Þeir fræga Holly Hú. Þeir eru gríðarlega ánægðir með fenginn hlut skiljanlega. Það eru dvalið þungt á sál liðsins að vera á botninum. En ef við ættum að útnefna einn mann leiksins þá myndi ég hugsanlega segja að það væri Yngvi. Já, er það? Já, ég vil gefa þeim báðum, Herði og Yngvar. Þeir var báðir 3M fyrir þennan leik í dag. Hörður stóð sig gríðarlega vel eftir að við mistum Eystein eftir bara nokkra mínútur af velli í miðju varnarinnar. En markaskorarar í leiknum það var hann, þeir voru tveir ekki samt? Jú, Þeir voru tveir, það var James Boas skoraði fyrstu 2 mörkin. fyrstu 2 mörkin, annað var eftir sláarskot frá Ingvar Rafni þar sem hann kláraði bara á marklínunni, mjög vel gert, og hitt var eftir sendingu frá Ísak og svo skoraði Yngvi Já. í seinni hálfleik, skoraði 3. markið, Slapp einn í gegn og lagði boltan fram hjá markmannunum. gerði það bara nokkuð vel. Þannig að Bæði Yngvi og James hefðu getað skorað 2-3 í viðbót, fengu góð færi. Þannig að þetta var bara jákvæmt. Hver er Yngvi? Hann er nú húnvetningur, hann er sonur Yngvars Magnússonar frá Staðabakka. Já. þeir voru tveir bræðurnir inn á. Er hann númer 17? Já, Númer 17, já. 17. 17. sonurinn. 17. sonurinn, akkurat. Svo vorum við 15. sonurinn með honum, Arnar. Ingvars Magnússonur líka átti príðisleik á miðinni eftir að hafa komið inn á fyrir meittan. Hvernig er það, Páll? Á hann Yngvar ekki fleiri sinni? Þekkjum við það? Það má þá bara fara að búa það til, því að þetta hendur okkur ágætlega að fá það hérna í Húnaþingið. Þeir eru ekki fleiri heldur við Páll. Þú ert nú ættfróður maður. Nei, það er ég ekki. Ég held að það sé ekki fleiri, nei. Nei. Við látum það líka milli hluta, en ég held við þökkum bara fyrir okkur í dag. Þessar fyrstu beinu útsendingur á Hvammstangavelli. Það eru verið án efa fleiri í framtíðinni. Og þess að ég veit nokkuð um það. Og þökkum við ekki bara þeim sem áhlýtu. Takk fyrir okkur. Settu nú Jóa útherja eða eitthvað hressilegt á fóninn. Það var fínt að heyra See You Later Alligator, þetta uppáhaldslög Harðar Gylfasonar. Hann stóð sér mjög vel í dag. Ertu með þá á fæl? Við. Hvaða lag segirðu? See you later? See You Later Alligator, ég veit ekki hvort það heiti það, en það er í laginu. Ég held að heiti Alligator. Já, ég er að leita því hérna. Eða Wulley Bulley, það er líka mikið upp á slagi og herði. Þjóðsöngur Harðar, Wooly Bully. Segir það margt þann mann. Ég ætla að spila hérna See you later Alligator. Frábært. Það sé rétt lag. Takk ykkur kærlega fyrir lýsingunum, strákar. Þetta var gott. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Yfir og út.